Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Það er ansi forvitnilegt og fróðlegt að fylgjast með félagsmiðlum þessa dagana. Íslendingar eru iðnir að leggja fram hitt og þetta, hvað varðar til dæmis samanburð á lífskjörum á meginlandi Evrópu og Íslandi, og eitt sem ég rak augun í nýverið var færsla hjá honum Magnúsi R. Einarsinni, tónlistarmanni og fyrrverandi dagskrárgerðarmanni, manninu með röddina sem að þið þekkið öll. Hann hefur búið að mér skilst á Ítalíu, Englandi og Spáni, og hann segir að það sé hlægilegt að heyra heimalningana í stjórnarandstöðinni orga og hrína eins og stungin grís þegar Evrópumál ber á góma. Og mér langar að heyra í Magnúsi og fá aðeins að vita meira um þennan samanburð. Þú ert á línunni, er það ekki, og heyrir í mér, Magnús? Ég heyri vel í þér, já. Ljómandi, takk fyrir að vera hér með okkur. Þú ert í Eyjum eins og við sjáum á þínum bakgrunni. Jú. Gullfallegur staður. Jú, ég er hérna. Já, það er rok og rigning í Eyjum eins og stundum áður. Já, ég held að það sé nú bara meira og minna á öllu landinu núna, og það er svo sem líka rok og rigning í umræðinni og gustar hressilega, en ég ætla nú að reyna að fá bara svona að heyra í þér eins og ég nefndi í inngangnum. Ef við byrjum á þessu orðalagi sem ég vitnaði til, þér finnst heimalningarnir í stjórnarandstöðinni orga og hrína eins og stungnir grísir. Já, þetta nú kannski svona, en mér finnst þessi umræða oft vera ofsalega byggð á vanþekkingu og líka vanmati. Þetta er heimóttarlegt, það er eins og þessi menn séu allir í sauðalitum og hafi aldrei hvorki búið erlendis né skilið hvað Evrópa er stórkostleg, þetta er besta álfa í heimi. Þess vegna er fólk að fara þangað, þess vegna vilja allir fara þangað, þess vegna vilja allir vera þar. Það er þó að blási móti núna efnahagslega í einhverja tíð, þá er Evrópa sú heimsálfa sem að ber að. Já. Hvað varðar menningu, hvað varðar pólitík. Hér er ekki, þó að þarna séu vissir hópar að naga rætur lýðræðisins, eins og við höfum heyrt og þekkir, þessi hægri sinnuðu öfgahópar, að þá er þetta stærstum hluta lýðræðisleg og siðferðilega mjög áberandi best af öllum heimsálfum. Já, það skásta sem boðið er upp á. Það held ég er alveg sannfærður um það. Já. Við hérna út á Íslandi, við erum hérna náttúrulega svolítið einangruð eyja út í úpnu hafi, úpnasta hafi sem er til á jörðunni, og það er langt í næstu lönd. Við erum ekki með í landamæri, við erum bara eyja. Fólk í Evrópu það er annað, það er allt annað að búa þar. Þar eru landamæri, þar getur frjálsferðaðina. Þetta er sko, ég bjó fyrst í Evrópu fyrir rúm 40 árum, rúm 40 ár frá því ég bjó fyrst í Englandi og svo á Ítalíu. Og þá voru hlutirnir svolítið öðruvísi heldur en núna í dag, og hlutirnir hafa breyst gríðarlega á þessum tíma. Evrópusambandið er stórkostleg tilraun til að búa til friðsamt og flott samband ríkja. Þetta eru 24 þjóðir sem eru þarna samankomnar, og það er enginn þeirra sem eru leiðin út. Og þeir sem fóru út, það er að segja Bretar, með naumum meirihluta, þeir vilja ólmir komast inn aftur. Ungt fólk á aldrinum 16 til 30 á Bretlandseyjum, 80% þeirra myndu kjósa að fara inn. Þetta eru bara einfaldar staðreyndir. Svíar, Danir, Finnar, allir lukkulegir með Evrópusambandið.
ég veit ekki af þetta fólk í sauðalitunum hér heima sem að vill helst ekki hafa neitt samband, vill vera í sambandi við Bandaríkin, þar sem hnignandi lýðræði á öllum sviðum. Já. Ég skil ekki þá pólitík. Það sem þú ert að lýsa ansi ólíkt hinu brennandi húsi sem ein eftirlætis líking þeirra sem vilja ekki við komin nálægt ESB. Já, það merkilegt að inn í þetta brennandi hús sækja þeir sjálfur þegar þeir fara í frí eða fara í ferðalög, og það inn í þetta brennandi hús fer megnið af Íslendingum sem leita til fara til náms eða starfs erlendis. Það inn í þetta brennandi hús, og af hverju skyldi það vera? Það mætti spyrja sauðalitin að því. Það mætti spyrja sauðalitin að því, já. En segðu mér aðeins svona á þínu skinni, það sem þú hefur reynt með samanburði að búa á meginlandi Evrópu og hér. Ef við tökum bara efnahagsmál, þetta hagræna, þetta veraldlega, peningamálin, bankamál og annað, hver samanburðurinn? Ég er nú engin sérfræðingur á þessu sviði, en það ódýrar að búa þar að segja, matvæli eru miklu ódýrari og húsnæði í mörgum tilfellum töluvert ódýrari. Það eftir náttúrulega, ef þú ætlar búin í borg, inn í einhverju miðborg, í stórri borg, þá þarf að borga fyrir það. Töluvert fé, það er ekki ódýrt að leigja eða kaupa húsnæði inn í stórum borgum, inn í miðsvæðis. Ég hef búið í París, ég hef búið í London, ég hef búið í Milano og Ítalíu og víðar, og ég veit alveg hvað að tala þar. En það þessi gæði sem felast í hvað við segja, þú þarft ekki endilega að elda alltaf heima hjá þér. Hérna í Vestmannaeyjum það tölverður lúxus að fara bara á matsölustað, þá kaupin hamborgara. Og pizza hérna kostar 10 sinnum meira heldur en pizza í Berlín. Þannig að og gæðin, þar segja matvælin eru miklu betri. Á þeim level veit ég alveg hvað ég að tala um. Það segja matvæli, þjónusta, það ekki okrað á þessum hlutum eins og hér heima. Heldur að það myndi breytast með eingöngu í ESB? Heldur að við sitjum ekki upp með fámennis, vandan, okrið? Líklegt, finnst þér að það kemi samkeppni að utan? Ég skal ekki fullera neitt um það, en ég bara vona það. Það aukast líkur á því allavega. Ég tel að myndi aukast líkur á því að myndi lagast þetta vaxtaokur, þetta yfirgengilega okur sem viðgengst hér á flestum sviðum. Núna, það síðasta var triksið hjá bönkunum. Núna þarf að borga 400 krónur að leggja reiðufé inn á bankareikning. Það nýjast. Þetta alveg með ólíkindum. Og núna var ég að lesa það núna áðan, ekki núna í morgun, að Seðlabanki Evrópu, hann ætlar ekki að hækka stýrivexti þrátt fyrir þessar óeirðir þarna í Miðausturlöndum. Hann áfram 2%. Ég hef einmitt verið að lesa greinar í erlendum blöðum og viðskiptatímaritum að það sé ekki gáfulegt þegar svona viðburðir eins og þeir eru sem Íransstríðið að byrja strax á því að hækka stýrivexti. En Magnús, við erum sannarlega í skopparaboltahagkerfi hér á Íslandi. Ég hef líkt þessu við kennitölu lottó. Það getur skipt öllum möguleika þína til þess að hafa það sæmilegt hvort þú fæðist 50, 55, 60, 65 eða 70 og sennilega á það líka við nýlegri tíma. Ertu handviss að við myndum ná að koma böndum á þessa efnahagsóvissu, óstjórn? Líklegt að festan myndi færast yfir Ísland með eingöngu í ESB? Já, ég til að við séu líkur á því allavega. Ég myndi veðja á það.
það er mikið óskaplega með að vera lélegir í Brussel eða eru verri heldur en okkar hagstjórnarspekingar. Já. Ég bara trúi því ekki. Við skulum bara bera okkur saman til dæmis við, það eru eilönd innan Evrópusambands, við skulum bara segja Malta, sem gekk í sambandi fyrir 20 árum, 2004-2005 eitthvað. Þar hagvöxtur núna í 7%. Og sko munurinn, breytingin sem hefur orðið á samfélaginu þar á þessum 20 árum alveg ótrúleg. Hann ótrúlegur, svo breyting ótrúleg og þarna þeir kusu með, ég held að það var svona rétt rúmur meiri hluti fyrir því að fara inn í Evrópusambandið. Ég held að það veri 53-47. Núna, þetta mikið hug að fara út úr sambandinu. Alveg rétt sem hún nefnir, það ekkert ríki sem inn í Evrópusambandinu mikið að velta því fyrir sér að fara út og Bretar dauðsjá eftir því Já. Sko hérna í Vestmannaeyjum, ég segi nú oft hérna Vestmanninga til að stríða þeim, ef við viljum fá bæta samgöngurnar við landið, við norðureyguna, göngu þá í Evrópusambandið. Sjáu þið til dæmis Madeira sem eins og svissneskur ostur eftir öll jarðgöngin sem voru grafin eftir að Portugal fór í Evrópusambandið. Það bara alltaf algjör breyting. Mér finnst nú skemmtilegt að þú skuli nefna Madeira. Ég hef einmitt nefnt Madeira sjálfur í mínum umræðu þáttum sem svæði þar sem íbúarnir í þessu samgöngulega tilliti sem þú nefnir, það eins og fyrir Krist og eftir Krist bara. Já, auðvitað ekki allt briljant í Evrópusambandinu við ýmsan vanda þar að etja. Og það ekkit auðvitað að bera Ísland saman við Evrópu, það eins og bera sig saman Grímsey og Landið bláa. En það eru ólíkir hlutir, en auðvitað höfum við Íslendingar margt sem eftirsóknarvert. Og þá ekki síst þessi fáránlega flotta náttúra sem við búum við og eigum. Og það það sem heyrir í Evrópufólki, eða fólki í Evrópulöndum segja, já, þetta svo fallegt land, þetta svo glæslegt, þetta svo þessi gríðarlega þetta víðerni, þessi ósnerta náttúra, þetta heillar fólk. Í Evrópu, það er svona einn af ókostunum, þú ert aldrei út úr byggð. Þú ert að fara kannski leið upp í 3000 metra hæð upp í fjöll til að komast í burtu frá mannfólkinu. Já, annars hver einasti fer millimetri skipulaður og manngerður. Já, ég menna, fólk fer til Hollands eða til Belgíu eða Frakkland, það ekki mörg auðsveiði þar. Nei. En ekki einmitt svolítið snúið fyrir þig að heldur þeir ekki bara eftir að buffa þig eftir þetta viðtali félagar þínir í Vestmannaeyjum, sko. Ég sjálfur frá Mývatnssveit og ég ekki viss að ég hafi fundið neinn íbúa þar, allavega ekki af bændakynslóðinni sem vill gangi í ESB og við þekkjum þetta, útgerðaraðilar og bændur og það miklu meiri andstaða við ESB hugmyndina úti á landi heldur en á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt könnunum og jafnvel nýlegum könnunum sem við höfum rýnt í. Ertu ekki, verður persóna non grata? Nei, þetta er yndislegt fólk hérna í Eyjum og þá þeir eigi eftir að sjá ljósið hvað var þar Evrópu. En það er alltaf von. Já. Gefur lítið fyrir útgerðar hagsmunina, það er náttúrulega tönglast á ýmsu. Ég alveg sammálaður með orðræðin, hún gjörsamlega óboðleg og en það eru sannarlega eins og með orku innviði og fiskinn og fleira við vitum svo sem ekkert hvernig þetta mun þróast en það er kannski eðlilegt að til dæmis Vestmannaeyingar séu margir hverjir skeptískir á þessu stigi eða eitthvað. Já, auðvitað eigum við að vera skeptísk gagnvart öllum samningum. Það er ekkert fast í hendi fyrir að menn sjá hvað í boði. Og auðvitað viljum við vernda okkar auðlindir og auðvitað. Og það er ég treysti þessum pólitíkusum sem nú erum við völd til að fara og semja fyrir okkar hönd. Já, þú gerir það og þig grunar að við gætum fengið viðunandi samningsniðurstöðu.
ég heldur séu miklu betri stöðu núna heldur en þegar fóru síðast 2009. Þú ert semst á sömu skoðun og Kristrún Frostadóttir. Hvað það varðar, af hverju erum við í betri stöðu núna en 2009? Við þar að segja, ég held að Evrópusambandið vilji fá okkur inn. Og við erum með þjóð sem er í engu, við erum ekki búin að ljúga til hag okkar eins og Grikkir gerðu og svipum aldrei segði það því. Okkar stað er miklu, miklu betri heldur en hún var. Já. Við vorum náttúrulega svolítið á hnjánum, þannig að í þessu 2009-13 ævintýri, og það var það að við fjallum á fótum fram, sko, og það var eiginlega kannski það var kannski það sem þurfti til þess að við færum, að við hæfum þetta ferðalag sem við kláruðum svo ekki vegna ákveðina svika. Núna orðsporið sem fór af okkur eftir hrunið var náttúrulega alveg hræðilegt út alla Evrópu, menn ég frétta fólki Íslendingur sem að fór á bar út í Hamborg og var að hlusta á músík og það var svona skemmtileg stemning, þetta var akkurat 2009 og svo eru músíkantarnir spyrja hvaðan þið, alþjóðlegt fólk og þegar Íslendingur segja Ísland og þá sögðu músíkantarnir heyrðu, látið hattinn ganga svo við getum borgað undir hann heim. Já, þú veit. Maður þurfti að taka nokkur högg á bringsballinnar á þessum árum. Já. Nei, það er allt önnur staða núna. Já, það er allt önnur staða núna. En sko, maður heitir Hrólfur Vagnsson og hann er að skrifa líka, hann hefur 20, hann segist það var búið nokkuð jafnt í 2 ESB-löndum með lögheimili öðru þeirra síðustu 40 ára eða svo. Hann segir síðustu 20 árin vinn ég síðan á Íslandi á sumrin, sem sagt löng reynsla í samanburði á þessum löndum. Ekki út frá hræðslu, áróðri og ósannundum þeim sem tröll ríða nú öllu heima á Íslandi, heldur af persónulegri reynslu úr lífi mínu innan landamæra ESB og hefstálesturinn, hvort það voru fasteignir, fyrirtæki, lánamál, velferðarkerfið, heilbrigðiskerfið, kúltúrin, munurinn er svo rosalegur það er nánast ómögulegt að bera þetta saman. Íslendingar eru reyndar miklu skemmtilegri en allir hinnir, segir hann, en það er ekki alltaf nóg. Svo spyr hann hvað eru þessi þjóðernissinnar á Íslandi eiginlega hræddir við. Það er eins og þeir hafi aldrei stigið fæti út fyrir landsteinana og þá komum við að því sem að þú hófst þetta spjall á. Já, það er þessi heimóttarskapur sem er svolítið pirrandi og þegar mennum fara að tala brennandi hús og allt sé að sökk og allt sé á niðurleið sem er bara hreinlega rangt. Jú, auðvitað þjóðverjar eru í vanda núna, það er ekki þjóðartekjur hafa farið minnkandi og hagvöxtur þar mælist í prómillum frekar en prósentum. En menn megum ekki gleyma því að þjóðverjar, þetta er svakaleg þjóð sem að reis tvisvar upp eftir ófarir í heimsstyrjöldum á síðustu öld. Og ég hef alveg fullan trú á því að þjóðverjar munu, þeir munu breyta stöðunni sér í hag. Já, en þetta með þennan þunglamalega kerfis, umsýslu, stjórnsýslu, kostnað, fjarlægðina frá Íslandi, líkurnar á að við verðum svona eins og krækibir í helvíti, gefur lítið fyrir þetta? Já, ég held að það sé að við höfum þá allavega rödd sem heyrist og það er mjög mikilvægt að hafa rödd sem heyrist á þinginu því að það má fólk tala saman. Núna eru ég sá það daginn, það var einhver sem sagði að þingmaðurinn frá Eskifirði akkur heldur hann að hann hafi einhver áhrif þegar hann er bara 0,1% af þingmönnum. Það að hafa aðgang að samtalinu skiptir megin máli. Það er ekki, þau þurfum ekki fleiri 100 þingmenn. Við þurfum að hafa rödd. Hvenær hófst þú störf sem dagskrárgerðarmaður, Magnús? Það var 85 hjá Árás 1
þegar að útvarpið var á Skúlagötu. Já, veit. Allar götur aftur til þess tíma. Já, og þú hefur allan þinn, eða mest allan þinn tíma fylgst með þjóðmálum og þjóðmála umræðu eða hvað? Já, auðvitað, eins og flesti gera, en á þess að taka beinan þátt, ég hef ekki verið flokksbundinn og ég er ekki þáttakandi í pólitík nema sem áhorfandi og svona í samtölum. Og þú hefur enga hagsmuni að því að tala með þeim hætti sem þú gerir. Þú ert bara að lýsa þinni reynslu og viðhorfum. Já, ég hef nú reyndar aðeins verið að starfa í Evrópu sem fararstjóri ásamt konunni minni. En meira núna undanfarið í Afríku, þannig að mínir hagsmunir eru afskaplega, þeir mælast í nanomillimetrum. En ég spurði þig þessara spurninga til þess að kannski leið okkur að atriði sem við tipluðum á áðan sem sko þjóðmála umræðan að það náttúrulega vandamál og ég veit ekki hvort þú getur lagt mat á það, hvort þú getur borið saman þjóðmála umræðan í dag við stöðuna fyrir á tímum en sko, ég skal bara taka það fram að ég hef ekki hugmynd um mína eigin skoðun, hvað ég mun gera ef það kemur til þess að Íslendingar greiða atkvæðum aðild eða ekki. Mér finnst ég ekki vita neitt um það en ég átta mig vel á kostum þess að fá raunverulega skoðun á því, þannig að ég styð þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst. En sko, mér finnst umræðan eins og þér heyrist mér á þér algjörlega óboðleg. Og ég að velta fyrir mér hvort þetta hefur alltaf verið svona. Getur þú hjálpað mér með það? Eða þetta óvinnu slemmt núna? Sko, með þessi aðgangur á samfélagsmiðlum hefur breytt umræðinu tölvöld mikið. Það að segja að hér dagblöðin, miðlarnir sem við höfðum fyrir 50 árum, þeir eru nánast allir horfnir. Nema og mokkinn búin að umturnast, sá miðil sem eftir Já, og Ríkisútvarpið náttúrulega sko, hvað sem hver segir, þá það óhlutdrægt. Mér alveg sama hvað þeir segja í stjórnaraðstöðinni eða pólitíkustin segja yfir leið. Ég vann hjá Ríkisútvarpinu í 35 ár og halda því fram að Ríkisútvarpið sé með einhverja sérstakar skoðun eða sé eitthvað samantekin ráða fréttastofan eða hjá dagskrárgerðarmönnum að níða skóinn af stjórnvöldum hversu þau eru hverju sinni. Það er bara algjör út í hött. Því ættu starfsmenn Ríkisútvarpsins að hafa hagsmuni að því. Til hvers, og þessar árásir á fréttastofu í Ríkisútvarpsins náttúrulega algjörlega fáránlegar og tilhæfuleysar og þjóna einhverjum mjög einkennilegum pólitískum tilgangi. En þannig að þú nefnir samfélagsmiðluna sem svona afl sem íkir þjóðmála umræðuna og náttúrulega dreifingin upplýsingum allt önnur heldur en þegar hann var stýrt við hliðvarsla fjölmiðla, hún réði því einu sinni hvað almenningur fékk að heyra og hvað ekki en það er breytt staða. En heldur þetta sé eru alltaf einhvern veginn að verða verr og verr í umræðu hefðin eitt sem þetta líka í hug ummæli Laxness það að við höfum bara aldrei kunnað að takast á alvöru kjarnamál við eyðum allri orkunni tittlingaskítinn, það næri ekki alveg utan alvöru þessa máls finnst mér en mjög oft mann að festast í algjörum aukaatriðum. Já, það er mikið til í þessu og þessi polarisering þegar að vera stjórnarandstaða, landsbyggðin, höfuðborgarsvæðið, etc. Hún er mjög slæm. Já, hún er það. Heyrðu Magnús, það er búið að vera gaman, fróðlegt og áhugavert að heyra í þér og við munum halda áfram að taka viðtöl við fólk sem er með skoðanir. Sumir leikir, aðrir lærðir. Þú ert búin að færa ákveðin rök fyrir þinni skoðun og næst heyri maður kannski einhverjum alveg kolvitlausum nei andstæðingi. En við erum allavega sammála það að
það væri óskaplega þægilegt ef við gætum fengið aðeins minni heimóttarskap eins og þú segir og aðeins málefnilegri umræðu. Já, og ég vil fá að kjósa aðild að Evrópusambandinu þegar samningur liggur fyrir. Já. Og þá mun ég gera upp hugmynd, já eða nei. Það fer eftir hvernig þá samningur lítur út. Einmitt. Kærar þakkir fyrir spjallið, Magnús. Takk sömuleiðis. Og áfram göngu við götuna, kæru hlustundur, ekki fara langt, nýr kafli eftir andartak. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is